Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætlum við að slá á þráðinn til Bangkok í Tælandi, þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er. Vertu velkomin, Hilmar. Sæll, góðan dag. Ég ætla nú ekki að tala við Tæland eða Asíu, ég ætla að tala við það sem að, er á forsíðum allra blaða og er í umfjöllun í öllum fjölmiðlum í heiminum. Það er fundurinn sem að verður á morgun í Alaska milli Trump og Putin. Ef ekki bara byrja á því að spyrja hvað mun koma út úr þessu? Ég held að muni eiginlega ekkert koma út úr þessu fundi. Reyndar það kemur út úr þessu fundi að Putin hefur alltaf viljað og forseti Rússlands vilja geta staðið jafnfætis forseta Bandaríkjanna opinberlega og það verður mikið af fallegum myndum sem koma sem hann getur dreift í Rússlandi líka, en svo vill náttúrulega Trump hafa mikla fjölmiðlaathygli, þannig að það kemur út úr þessu þannig og svo geta það kannski talað um einhverju önnum málum sem Miðausturlönd og þau geta talað um Asíu eflaust, þannig að það getur verið gagnlegt fyrir þá að hittast að því leyti, en varðandi Úkraínu þá held ég að sé allar nokkuð sem kemur út úr þessu, þannig að það er ekkert sem liggur fyrir hvað á að gera þarna. Og líka það að leiðtogar Evrópusambandsins kanslari Þýskalands og forseti Frakklands og allir þessir ráðamenn í Evrópu eru að keppast í það að það megi ekki semja neitt, það má ekki breyta landamæri með að semja nokkuð skapaðan hlut nema Zelenský verði þarna og hann verður ekki þarna og Trump vill hvorki hafa Zelenský og það vill Putin ekki heldur og heldur ekki hafa leiðtoga Evrópu, þannig að ég sé ekki að það komi neitt út úr þessu. Putin er búinn að segja það, hann sagði það í júní 2024, hvaða kröfur hann gerði. Það á ekki að verða við neina af þeim, það á bara að tala um að vopnahlé sem hann vill ekki, það hann vill að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem hann er löngu búinn að tala um. En það hefur ekkert af því til umræðu, þannig að ég sé ekki að koma neitt út úr þessu. Svo líka er talað um einhverja refsiaðgerðir gegn Rússlandi ef það ekki gera eins og stöðva stríð og gera afverðið vopnahlé. Þá á að breyta senator í tæriskir Kína og Indlandi og það þýðir ekkert að kúga Kína. Kína er að selja Bandaríkjunum sjaldgæfa málma sem Bandaríkin þurfa að halda og utanríkisviðskipti Kína við Bandaríkjunum er mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin líka. Og svo er Indland búið að segja að þeir ætli ekki að hætta að kaupa olíu í Rússlandi sama hvað Bandaríkjamenn gera og síðast að öllu sem Bandaríkjunum vantar er að ýta Indlandi í faðminn á Kína og Rússlandi og hann er reynda líka að ýta Brasilíu sem er stærsta land Suður-Ameríku í fangið á Rússlandi og Kína. Þannig að ég bara sé ekkert út úr þessu. Mér er alveg furðulegt að leiðtogar Evrópusambandsins og Evrópu og NATO komi hver á fætur öðrum og segja að það sé ekki að semja neitt. Það má ekki ræða eða semja neitt af þeim kröfum sem að Putin hefur sett fram. En það eins og má segja að það sé gagnlegt sérstaklega fyrir Putin að geta staðið jafnfætis Trump á bandarískri grund og þetta er auglýsing fyrir hann í Rússlandi. Hins vegar þá held ég að Trump, þetta sé viss áhætta fyrir Trump og hann fær auglýsingu en hann getur ekki, ég held að koma ekki með neitt út úr þessum fundi. Já, ef við förum þá yfir málsaðila, eins og þú bendir á að þá er bara að fundurinn er viss sigur fyrir Putin og það nýtist honum heima fyrir og styrkir umverulega stöðu hans. Hvað svo sem kemur út úr honum og ef það kemur ekkert út úr honum, þá er það bara ágætt niðurstaða fyrir Putin. Fyrir Trump getur þetta varla verið það. Hann fer á fundinn og hann hlýtur að þurfa að koma með eitthvað tilbaka. Niðurstaðan gæti verið svo að það þýði ekkert að tala við Putin, að hann hafi ekki séð sálinn í augum hans eins og Bush hafði einu sinni séð og þess vegna verði að beita hörðum aðgerðum. Hefurðu trú á því að það geti orðið niðurstaða? Já, sko, þegar að Bush sá sálina í Putin, þá leist hann mjög vel á sálinni í honum og taldi að vera mjög traustan mann og þetta var áður en að Rússland tók Krímskagann. Ég held að það sem getur gerst í þessu máli er það að Trump gæti gengið frá málinu, bara sagt við leiðtoga Evrópu og Úkraínu að hann sé tilbúinn að semja eða finna einhverjar lausnir, en það er engin sveigjanleiki og það sem vekur athygli það að Witkoff sendimaður Trump er búinn að fara nokkra ferðir til Moskvu og ég er algjörlega viss um það
Putin tók sjálfur á móti honum og hann búinn að skýra út fyrir mig alveg í smáatriðum hvaða kröfu hann að gera. En svo kemur þessi fundur núna, bara eins og svona þreifingafundur, án þess að sé nokkuð búið að setja á blað hver niðurstaðan getur orðið, eða það eins og Trump viti ekkert hvað hafi gerst á þessu fundu með Witkoff. Þannig að raunverulega þá það sem getur komið þessu fundir það að Putin fær tækifæri til að segja Trump nákvæmlega hvað kröfur hann gerir í þessu máli og það bendir allt þess núna að hann er með yfirhöndin á vígvellinum og að sækja fram og svo sóknar að herðast. Þannig að hann telur sig ekki þurfa að gefa neitt eftir í þessu. En ef að það á ekkert að gefa eftir og svo bara tala Evrópuleiðtogarnir það verður erfitt að samfæra þá að gera einhverja breytingar á þessum landamærum þarna. Sem er óhjákvæmilegt að gera einhverja breytingar og einhverja samninga það og Zelenski, hann vitnar bara í stjórnarskrána og segir að hún megi leyfi ekki að það sé neitt gert en hann breytti henni var reynda breytt til þess að Úkraína getur farið inn í NATO og ESB á þessum tíma, þannig að breyta henni. En ég get ekki séð, þetta er þreytt að hlusta á leiðtoga Evrópu segja þetta, því þetta þýðir það að fundurinn er dauðadæmdur. En Evrópa er ekki aðili að fundunum, og Trump veit það og hann vill ekki hafa Evrópu við fundunum, þannig hann er að reyna að ná einhverju samkomulagi við Putin, kannski trausti þess að hann geti þröngvað ofan í kokið á Evrópu, kannski í trausti þess að hann geti bara sagt að þetta er niðurstaðan sem ég setti mig við og ef þið setti ekki við það, þá er ég bara farin frá Úkraínu. Heldur að það sé eitthvað slíkt sem að Trump sé með í huga? Já, það er alveg hugsanlegu möguleiki, ég held varla, en það er alveg hugsanlegu möguleiki. Hann er búinn að vera í símtölum við Evrópuleiðtogana, helstu Evrópuleiðtogana og Zelenski og hann virðist vera að tala að það verið alvarlegar afleiðingar fyrir Rússland ef að þeir ekki samþykkja vopnahlé og afleiðingar er þessi secondary tariff. En það er bara hlægilegt, það virkar ekkert, það myndi virka svo illa fyrir Bandaríkin og Evrópu, það myndi ekkert virka, það gengur ekki. Sko, málið það að söngur Evrópu sem var að það var ekki að semja við Putin því hann verið svo Hitler og það var ekki að tala við hann og ætti ekki að tala við hann og ætti bara að sigra á vígvöllunum. Trump er búinn að henda þessum talpunktum í ruslið og vill semja og það hefur verið talað einhverja breytingar á landamærum og það geti verið sett í einhvers konar búning tímabundið eða Úkraína yrði meira eins og federal state, það var allavega þannig staðar en núna er bara að krafa Putin að hann taki þetta 4 oblast pluss Krímskagan og ég vil meira en það sem hér sem hann er ekki búinn að taki. Ég auðvitað gæti Trump gert þetta en þetta myndi ekki skila neinum árangri og segja sem hann myndi setja kröfur fram og Putin myndi hafna þeim bara og segja að þetta kom ekki til greina og þá myndi slitna upp úr fundunum. En hvað ætlar hann þá að gera þegar það er búið? Hvað ætlar hann þá að gera? Ætlar hann þá að ganga frá málinu og skilja Evrópu einu eftir? Hann gæti gert það. Ég hugsa að það sé kannski ekki ólíklegt að Bandaríkin fari að segja það við Úkraínu og Evrópuleiðtogana að hann sé komin á endastöð, hann geti ekki meira og hann verði að hafa eitthvað svigrúm til þess að semja. En það er Evrópa og Úkraína sem að Evrópa styður Úkraínu og Úkraína sækir alltaf stuðning til Evrópu eftir að hafa fengið einhverja svona fundi fyrir því að Trump og Bandaríkin er að reyna að fara með málið á einhvern annan veg. Evrópa lítur svo á að það megi ekkert gefa eftir gagnvart Úkraínu, að ef það verður gefin eftir þau héruð sem Rússar hafa þegar náð og voru náttúrulega undir höndum uppreisnarmanna eða hvernig sem við viljum orða það fyrir stríðið að það verði litið á sem ósigur og það er kalli á það að Rússar muni nota þessa stöðu til þess að sækja síðan fram innan tiltölulega skamms tíma og séu ógn bæði við Úkraínu og Evrópu. Þess vegna geti Evrópa aldrei samið við Rússland. Heldur sé eiginlega eina niðurstaðan sem að Úkraína og Evrópa sætti sig við fullnaða sigur á vígvellinum eða einhver staða þar sem að Rússland er í svo veikri samningsstöðu að verða að sætta sig við kröfur Evrópu. Bandaríkin hafa ekki verið sammála þessu mati, telja þetta mat bara byggt á einhverjum rangindum, horfa fram á stöðunu á vígvellinum og öðru slíku, horfa fram hjá því að það er ekkert sýnt að vesturveldin geti stutt Úkraínu til þess að sigra á vígvellinum og þá er maður að velta fyrir sér
hvernig sér Evrópa fyrir sér að framhaldi geti orðið, segjum bara næstu misserum? Evrópa er að setja fram frekari refsiaðgerðir gegn Rússlandi sem er einhverja 19. sem hefur ekki virkað. Evrópa gat ekki komið með Evrópa reyndi að hjálpa Úkraínu í upphafi stríðsins að skaffa þeim vopn, þeir getur verið með vorsókn og tekið allt land tilbaka, hún gat það ekki heldur. Þannig að Evrópa hefur engin vopn í hendi. Núna er talað að Bandaríkin eigi að vera með vopn í hendi að setja viðskiptabann á Indland og Kína sem er fáránleg hugmynd. Þannig að það er engin tæki og land sem er búið að missa, þegar Úkraína er búin að missa svona mikið land, það er ekki, þeir hafa ekki hermenn lengur, vopnasendingar er að minnka, vopnin er ekki til. Þetta er algjörlega óraunhæft. Ég skil alveg að þeir ekki breyta landamærunum, þeir hafa engin tæki til þess að hjálpa Úkraínu eins og er ætlað að gera. Og Bandaríkin eru búin að átta sig á þessu og Witkoff og Trump hafa öðru hverju talað um það að tala um landsvop, að skipta landi eða gefa eftir landi, tala um það, að gera það. En þeir geta það ekki og ég meina þetta er bara patt staða að mínum dómi. Og þess vegna hlýtur að koma því að Trump að hann lætur gengur frá þessu máli og það er líka eina ástæða kannski fyrir að Trump er að bjóða Putin til Bandaríkjanna er það að hann vill ná Rússlandi aðeins meira úr fangi Kína, vill ekki sé þess áberandi. Hann þarf samvinnu við Rússland í Miðausturlöndum. Hann þarf samvinnu við Rússland í Asíu, það sem ég er nú Austur-Asíu, hann þarf að hafa það. Og hann er kannski að horfa á þetta í stærri mynd. Úkraína skiptir ekkert svo miklu máli fyrir Bandaríkin. Og Evrópa ekki heldur. Og ég segi svo að Bandaríkin er þannig að þau eru dóminerandi stórveldi að mörgu leyti. Þau eru ráðandi í Norður-Ameríku, eða bara í Ameríku allir, Norður-Ameríku, Mið-Ameríku og Suður-Ameríku. Eru mjög ráðandi, þó að Kína hafi vaksin ásmegin vegna fjárfestinga og viðskipta við Suður-Ameríku. En þeir ráða þar. Segjum ef að Trump héldi að Putin myndi taka Evrópu, bara alla Evrópu, Austur-Evrópu, alla Evrópu, þá myndi hann hegða sér öðruvísi. Ég held hann trúi því ekki að Rússland sé að fara að taka alla Evrópu. Það tekur hluta Úkraínu og árásir og frekari á NATO-ríki eru ólíklegar. Hann metur það sem að þessi ekki mikil hætta. Hann er í vandræðum í Miðausturlöndum út af Ísrael, út af Gazasvæðinu og út af Íran. Og svo er hann í mestum vandræðum í Austur-Asíu sem að Kína er að verða mjög ráðandi og það er það sem ógnar Bandaríkjunum. Hann vill losa sig frá Úkraínu sem er alveg skiljanlegt og það getur verið ein ástæðan fyrir að hann vill hafa fund með Putin. Hann vill hafa meira samband við Putin og þú tókst eftir því á G7-fundunum í Kanada á G7-leiðtogana fyrir að hafa rekið Putin úr hópnum. Þetta var G8. Ég held að það sé eitthvað sem að Trump átt að sjá og þetta hefði Henry Kissinger átt að sjá. Að það er ekki hægt að halda sig lengur áfram og það er ekki til vopn til þess að sigra úrslitaviðlunum, það er ekki til mannafli og Bandaríkin er ekki að fara að senda hermenn inn í Úkraínu. Og svo líka er Evrópa í óttalegu skrítið ástand. Til dæmis það að við vitum það að eina aðalkrafa Putin varðandi þetta mál er það að sé ekki verið að raða NATO-hermönnum inn í Úkraínu. Við vilja það ekki og þetta er náttúrulega eitthvað sem að stórveldi öll eru þannig. Ég meina, við vitum það að Kínverjar vilja ekki að sé að raða bandarískum hermönnum við Norðurlandameri í Víetnam, við landameri í Kína. Við vitum svoleiðis staða, við vitum alveg að þetta er Bandaríkin vil ekki sjá erlenda hermenni, erlend herlið í Kanada eða Mexíkó og uppi landamenni hjá sér. Rússar vilja það ekki heldur. En svo er breskur forsætisráðherra sem kemur upp með hugmyndina countries of the willing, eitthvað viljugar þjóðir, og þá að fara að raða friðargæsluliðum sem er náttúrulega NATO-hermin inn í Rússland. En þetta er alltaf maður tóm vitleysa. Það er alveg sama hvernig þú lítur á þetta. Og það er það sem maður er alveg hættur að skilja þetta. Því að Evrópuleiðtogarnir eru alltaf að biðja um eitthvað og þeir koma aldrei það sem að Putin sagði fyrir rúmlega í júní 2024, það er aldrei tekið á neina af þeim málum. Það er alltaf bara að tala um vopnahlé. Það er vonlaust mál að fara að tala um vopnahlé án nokkur að skilja það. Auðvitað vill Putin að honum sé svarað. En það þýðir ekki það þurfa að verða við öllum hans kröfum, en það þarf að taka kröfurnar hans hverja á hverjir annari og segja ok, við erum tilbúin að fallast á þetta en ekki þetta. Og þetta mun enda þannig að náttúrulega ef það verður sami þá fá Rússar ekki allt sem þeir vilja, en þeir fá eitthvað sem þeir vilja, allavega töluvert mikið. Úkraínumenn fá eitthvað
en miklu minna vegna þess að þeirra staða vígvöllunum bara miklu veikari og það alltaf að verða ljósara og ljósara. En ég get ekki séð það að það verði niðurstaða sem fundi þannig að ef að Trump segir hann ætla að fara að beita einhverjum hörðum refsiaðgerðum gegn Rússlandi ef að það verður ekki vopnaleg. Ég bara spyr því hvað getur það verið? Ég veit ekki hvað það getur verið. Já, við sáum það alveg. Þannig eru ólíkir hagsmunir og ólíkt mat. Þú ert að lýsa því að Bandaríkjamenn þeir hafa enga sérstaka hagsmuni í Úkraínu en Evrópuþjóðirnar hafa skilgreint það að þeir hafa raunverulega bara tilvistarlega bara öryggissjónarmið það að Rússar geti ekki enda þetta stríð með einhverju sem þeir geta skilgreint sem sigur eða sem ávinning og þetta bara himinn og haf þarna á milli. Trump virtist ætla fram eftir árinu að þröngva ofan í Evrópu samkomulag sem að hentaði honum. Það sem að er bara slökkt á þessu stríði, Rússarnir fengju eitthvað út úr þessu og hann geti byrjað að hafa eðlileg samskipti við Rússland og hægt og bítandi yrði Rússland dregið aftur inn í alþjóðlega viðskipti og alþjóðlega diplomatíu. En það virðist vera að Trump eða stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi metið það að þessi leið sé ekki fær vegna einarlegs andstöðu Evrópuríkjanna og það sé ekki það er ekki kostandi að brjóta þann trúnað og samvinnu sem að þar hefur verið á milli Evrópu og Bandaríkjanna út af þessu máli. Þess vegna hefur hann farið frekar í þá átt að færa sér nær sjónarmiðum Úkraínu og Evrópu heldur hann var fyrir nokkrum mánuðum. Getur það ekki verið að staðan sé einfaldlega þannig að hún sé óleysanlega pólitískt þannig að allir aðilar hafi raunverulega bara hagað því að þetta stríð bara malli áfram. Það er hagsmunir Evrópu vegna þess að þeir get ekki knúið fram þá niðurstöðu sem þeir vilja fá. Það er á endanum hagsmunir Bandaríkjanna vegna þess að til þess að knýja á einhverja niðurstöðu það gæti leitt til meiri upplausnar innan NATO og þar fram til götunum og svo í sjálfum sér að þá hefur Pútín og Rússland alveg þrek til þess að halda þessu áfram, sérstaklega það sem að hægt og bítandi yrði líklega minni líkur á því að Vesturveldi myndu auka hernaðaraðstoð sína við Úkraínu, þannig að rússneski herinn myndi vinna einhverja 10 kílómetra á viku eða eitthvað slíkt. Er það ekki bara líklegast að niðurstaðan er svo að allir hafi raunverulega því að enginn getur fengið það sem er vilja, þá hafa allir næstbesti kosturinn er að bara halda þessu áfram. Já, ég held að það muni gerast og það verður líka ekki gleyma því að innan Bandaríkjanna eins og Marco Rubio, utanríkisráðherra, hann er sá sem er raunsæjastur í þessu held ég varðandi stöðuna er varaforsetinn, en hann virðist ekki hafa þetta í vans, hann virðist skilja að þetta stríð sé tapað, en utanríkisráðherrann er það ekki og Trump er með í sínum stjórnarliði aðila sem að vilja ekki semja á nótum Pútín og vilja halda þessu áfram. Ég held fyrir Evrópu, þá hugsaði Evrópa sem þannig, ok, það er betra að við látum Úkraínu hafa öllu vopn sem við getum og fjárhagsaðstoð því að við erum að eyða peningum og vopnum en við erum ekki að fórna mannslífum. Þess vegna, og við erum að veikja Rússland, þannig að það minnka líkurnar að það verið ráðist á okkur, eða allavega tíminn fara það til að Rússland ræðist á okkur síðar, hann mun lengjast af því þeir verða veikari. Fyrir Bandaríkin fyrir Bandaríkin samt slæmt að vera svona í stórvelda samkeppni og svo líka einhverja vonir með að finna það bæði í Evrópu og Úkraínu að rússneska hagkerfið sé að hrynja. Ég var að skoða bara áður við byrjum að tala saman hvað alþjóða gjaldeyrisjóðurinn segir þetta. Hagvöxtur á síðasta ári í Rússlandi var 4%. Þeir spá að hægja á honum á þessu ári, hann verði svona til 2030 svona 1%, 1,5%. Það land sem hefur verið með neikvæðan hagvöxt 2023, 2024, 2025 er spáð, það er Þýskaland og er svo mjög hægan hagvöxt í framhaldinu. Þannig að þessi hugmyndum að Rússland muni hrynja efnahagslega ef maður skoðar alþjóða gjaldeyrisjóðinn ég sé það ekki. Zelenskí er alltaf að tala um það. Ég treysti alþjóða gjaldeyrisjóðinn best allra varðandi að spá, þó að það er mjög erfitt að spá náttúrulega fyrir þetta verður vel ekki hægt, en ég treysti þeim best til þess að meta horfurnar og horfurnar í Rússlandi er ekki það er örugglega, það er alls konar vandamál. Hagkerfið sem hefur hrunið er Úkraína. En ég held eins og staðan í dag, þá sé þetta rétt mat hjá þér
að það eru allar líkur á því að niðurstaðan verði bara svo að þetta stríð haldi áfram og úrslitin muni ráðast á vígvellinum. En þá eins og við höfum rætt áður, að þá held ég að Úkraína muni bara tapa meira landi, hún mun tapa aðganginn að Svartahafinu og hún mun taka Kharkiv. Ég held að hún muni ekki tapa allir Úkraínu eins og sem Evrópuleiðtogar að halda fram að öll Úkraína muni falla. Ég hef ekki trú að því að Rússar geti það eða vilji það. Þeir eru ákveðin héruð sem þeir eru að hugsa aðgang að Svartahafinu, þeir eru að hugsa ákveðin héruð þar sem eru miklar auðlindir og þeir eru búin að kortleggja það. Og þeir eru ekki, Hilmar, að þeir eru hugsa héruð þar sem hlutfall Rússa af íbúunum það stórt að þeir geti raunverulega haldi völdunar sem væri ekki niðurstaðan ef þeir færu vestast í Úkraínu þar sem eru miklu færri Rússar og þeir væri raunverulega eins og hernámslið þar en þeir geta alltaf að tali sér trú það að þeir geti haldið völdum á þeim svæðum sem eru búin að taka og þeir ætla að taka í sæmilegum frið við íbúana. Já, og svo líka eru bara kolanámur og málmar og alls konar hlutir sem þeir eru búin að kortleggja í Austur-Úkraínu. Og Austur-Úkraína mjög innvætt í samanburði við afganginn Úkraínu og þeir eru náttúrulega, þetta var hluti af Sovétríkjunum. Það veit engin meira þetta utan Úkraínu heldur Moskva, hvað þarna og það það sem þeir eru að taka, breyta Úkraínu í einhvers konar ríki sem getur verið svona failed state, getur ekki stað á einn fótum. Við verðum með lágmarksher, taka aðganga, gera það landlugt, taka stórar borgir af þeim eins og Kharkiv og Odessa. Trump sagði það í frægum fundi þegar hann rífast við Zelenský, ég man ekki betur en hann sagt það, ef þú heldur áfram í 3 ár, ég held að Rússar séu með alveg skilgreint markmið hvað þeir ætla að ná fram og ég held að Putin fari ekki á hann fund í Alaska í einhverju pressu að semja fljótlega. Ég held að hann telji sig hafa yfirhöndina og hann sér ekki neina pressu á að ljúka þessu. Og ég get ekki séð, ég búin að reyna að sjá, þú sér að ég búin að reyna að sjá hvaða aðgerðir getur Trump gripið til að refsa Rússlandi umfram það sem orðið. Ég sé það ekki, enda getur ímyndað. Biden var mjög hliðhollur Úkraínu og lét að hafa mikið af vopnum, fór síðast með vopnapakka upp á $60 milljarðar í gegnum þingi sem tók langan tíma og var mjög erfitt. Ef það hefði verið til einhverja refsiaðgerðir sem myndu duga á Rússland, þá hefði hann gripið til þeirra og Evrópusambandið að semja eitthvað 18. 19. pakkan, það gengur ekki. Þannig að ég held að staðan sé svo, það er svo skrítið samt með Evrópuleiðtogana. Já, það má kannski vera rétt mat hjá þeir að þeir viti það að þeirra kröfur þýði það að það verði barist áfram og það sé það sem þeir raunverulega vilja. En maður hefði ekki kannski vilja að trúa því þetta þýðir algjöra eyðingu Úkraínu. Þú sér bara mannfallið, allt þetta fólk sem er ekki bara mannfallið, eins og kannski 400 fleiri sem að verða örkumla af þeim með það sem falla og með eyðileggingu í landinu, alla innviði ónýta. Landið að missa aðganga að Svartahafinu og svo framvegis ef það verður sem mann finnst ekki ólíklegt, þá verður Úkraína ein rjúkandi rúst og ég veit ekki, það getur vel verið að Evrópuleiðtogar telji það skárri kost heldur en að semja breytt landamæri núna. En þetta ekki góð kosti fyrir Úkraínu, ég get ekki séð það. Úkraína bara í svona eitthvað damage control. Já, en þetta eru kostir sem að bara fólk þekkir og fólk stendur stundum frammi fyrir að það valkostur eða eitthvað sem allt sem ég vil eða allt sem þú vilt sem bara óhugsandi fyrir mig og ef að ég tel mig ekki hafa afl til þess að ná því sem ég vil, þá sætti ég mig bara við óbreytt ástand. Stundum þetta kallað sparka dósinni niður veginn en þetta í mörgu tilfellum þar sem að niðurstaðan það ekki hægt að knýja fram niðurstöðu sem að fólk setti sig við og þá bara óbreytt ástand sem valkostur og ég meina við höfum lifað við þetta í nokkur ár og ég meina stjórnmálamenn í Evrópu, ég kannski lifið út kjörtímabilið og það alltaf betra heldur en að kyngja einhverju tapi eða koma til minna kjósenda og segja allt sem ég sagði hingað til að við myndum ekki sætta okkur við neitt nema fullnaða sigur á vígvellinum og brjóta niður Rússland, að það reyndist bara ekki rétt og ég verða að segja ykkur það að við verðum að gera samningu við þetta og allt aðra forsendur heldur ég verið að tala í 3 ár. Þannig að þetta bara skref sem að man sér ekki hvaða stjórnmálaleiðtogi í Evrópu getur tekið.
Nei, þetta alveg rétt. Já, þetta er voðalega skrítið staða sem komin upp og líka það að fara að tala að senda, sko því að við vitum það að Putin hefur alltaf sagt það að eitt af þessum hann vill að Úkraínu hlutlaus sem sé ekki í NATO. Það er ekki tekið neitt mark á því. Og þá kemur bara svarið frá Bretlandi, sendum NATO-hermenn inn og köllum á friðargæsluliða í Úkraínu. Maður skilur þetta ekki, þetta menn get ekki, hvað er þessir aðilar að hugsa? Þá getur vel verið þessi réttarsögt að segja að hann viti það, ok, það þýðir það að stríðið bara heldur áfram. Og það er það sem ég finnst líklega. Sýnist mér á þessum fundi að það muni ekkert koma út úr honum og með þess að Lavrov hefur sagt að hann hefur bara gert grína þessum refsiaðgerðum, til dæmis þegar Trump bara tala 50 daga og svo stytta hann í 10 daga og Lavrov sagði einhvern tímann voru að tala sólarhring, einhvern tímann tölur 100 daga og við séum þetta allt áður. Þannig þetta er allt saman bara, sko, þetta er ekkert að skila neinu, þannig að mér finnst þetta hálfgerður farsi. Mér finnst leiðilegt að segja þetta þegar ég sjálfur tilheyri þeim hluta sem var Vestur-Evrópa og maður vill Úkraínu vel, ég hef verið að kenna þarna og maður sá að þetta land hafði mikla möguleika, staðsetning landsins, auðlindir landsins, mannauðinu sem landið átti, möguleikan sem landið átti, þetta er milli Asíu og Evrópus, þetta er mjög mikið kostaland en hvernig er búið að eyðileggja þetta allt og það er engin endir á þessu. Evrópa með algjöru óhreifa hugmyndir mjög lengi og einhverjir ennþá með einhverja slíkar hugmyndir að Rússland muni hrynja eða það muni eitthvað breytast á vígvellinum. En ég meina, ég veit ekki hvort að til dæmis þessu Eystrasaltssamningnum því ég var það síðast, þá fannst mér sko að þeir sögðu bara það verður bara árás á okkur eftir nokkur ár. Og þessi lönd hafa gengið einna lengst í að reyna að aðstoða Úkraínu og þau kannski hugsa svo að ef að það betra stríðið haldi áfram, ef að það tefur árás á okkur og þau eru að byggja sig upp og það er verið að byggja alls konar varnarvirki á landamærum og mikil stríðsótti og svo líka hefur þetta miklar afleiðingar fyrir efnahag þessara landa vegna þess að við sjáum bara það þegar Bandaríkin er að semja við Evrópusambandið varðandi tolla. Evrópusambandið er ekki í neinni stöðu til þess að semja neitt, það er bara að taka því sem þeim er bara sagt að gera 15% og fjárfesta í Bandaríkjunum og það er enga að gera fjárfesting sem á að koma frá Evrópu sem Evrópusambandið hefur engin ráð yfir, kaupa síðan rándýrt gas sem er ein ástæðan fyrir því að Þýskaland er ekki 3 ár í röð, ég meina engan hagvöxt, það gerir alltaf að minnka hjá þeim. Þannig að þetta er náttúrulega afar kostir og þetta er svo sem ekki eins og þetta séu góðir kostir fyrir Evrópu, en Evrópu er bara á hnjánum. Þú sér bara þess sem í Kína þegar að Bandaríkin fara þangað í harðar viðræður, það bara mæta þeir bara stáli frá Kína og þeir bara ákveða að fresta tollanum í 90 daga. Það sem ég er núna hins vegar, ég er í Tælandi og þú veist að Tæland var, þú ætlar ekki að fara að tala um Asíu, Tæland var í átökum við Kambódíu og Tæland er svona 4 sinnum fjölmennari en Kambódía, herinn eða svona 7 sinnum meira til varnarmála, Hargeir er svona 10 sinnum stærra, þannig að Kambódía hefur ekkert í Tæland að gera og Tæland er náttúrulega ferðamannaland og mikið ferðamannaland og þeir, það er mjög slæmt fyrir þá ef það verður að tala um styrjöld í landinu eða einhvers staðar í landinu og forsætisráðherra Tælands sagði á tími að vilja að geti bara orðið allsherjar stríð og Kambódía er náttúrulega miklu veikar og hefur engan flugherr þar að auki meðan að Tæland hefur bæði F-16 og hafa líka verið að kaupa sænskar Gripen flugvélar, þeir eru mjög öflugan flugherr til loftarása. En Trump gat í þessu tilviki, hann gat haft áhrif því þessi lönd eru bæði í miklum utanríkisviðskiptum og það er talið að stjórnvöld í Tælandi hafi vegið mjög þungt í þeirra mati, þessi tollar sem voru, sem átti að leggja á Tæland, 39-40%, fóru inn í 90% sem þeir voru mjánaði með bæði Kambódía og Tæland. En
þar hafði Trump áhrif, af því að hann hafði áhrif, en svona áhrif hefur hann ekki eitthvað Kína. Því Kína grípur bara til refsiaðgerða og bara neitar þá að selja þeim sko bara sjaldgæfa málma sem þeir þurfa í sína hátækniðina og sín hernað. Þannig að sko í sumum tilvikum geta tollar og svona þvingunaraðgerðir dugað, en í sumum tilvikum bara virkar þetta að vera þver öfugt. Og það virkaði í Evrópu, ekki af því að sko Evrópusambandið og Evrusvæðið er mjög stórt hagkerfi, sko töluvert stórt í samanburði við Bandaríkin, en vegna Úkraínustríðsins að það sem að Evrópa er bara í tómu rugli, stefnulega séð, og svo bara hefnaði mér í lassessi og þetta er ekki að það hefur Trump ekki slíkraft. Að Rússland eitthvað 3 milljarðar milli Rússlands og Bandaríkjanna hafa aðalega áburður, en það hefur minnkað mjög mikið síðan. Það er ekki einhver skapaðan hlutur. Og þessi sekundari tarif, það er bara, skilurðu, eitthvað sem er algjörlega fáránlegt. Ég skil ekki hvernig nokkur manni dettur það til hugar, og þú sér það bara að Kínverjarnir eru það sterkir, að ef þeir fá ekki það sem þeir vilja, þá er bara samið frest í 90 daga. Og ég meina, það er ekkert vogarafl sem Bandaríkin hafa. Þess vegna skil ég þetta ekki, því maður vill einhvern veginn í alþjóðasamskiptum geta skilið hvað að gerast. En ég er alveg hættur að botna í þessu máli. Nema eins og þú ert að segja að menn séu bara sammála það að hafa þetta allt saman ómavitlaus og halda stríðinu áfram og þessi skásti kost. Það er ekki skásti kostur, það er eini kosturinn vegna það er ekki góð kostur fyrir Úkraínu. Það er eini kosturinn til þess að forða því að vondi kosturinn verði ekki. En að því að þú ert í Asíu og ég var í gær að tala við Ragnar Baldursson sem er mikill sérfræðingur Kína og ræddi meðal annars svona viðhorf Kína til stríðsins í Úkraínu sem að hann lýsti sem að Kínverjar litu á þetta sem bara stórkostlegan harmleik. Það væru bræðravíg og þarna væri Evrópa bara að veikja sig og litu á þetta sem bara harmleik, þetta stríð og hvernig það hefði þróast. Kínverjar? Já, Kínverjar. Hvernig fólk í Asíu, hvaða viðhorf hafa þeir til Úkraínustríðsins? Það fólk sem þú hefur búin að vera að tala við. Það er ekkert mikið fjallað þetta sko. Ég ætla að flytja fyrirlestur Úkraínustríð í september. Í áskoðun sem ég er hjá á ég að flytja tíma fyrirlestur með nemendum Úkraínustríð og fara yfir þetta allt saman með þeim. En ég held að fyrir Kínverja þá sé þetta stríð, það sé hagstætt fyrir Kínverja þetta stríð og hagstætt að haldi áfram fyrir þá. Vegna þess að því það Bandaríkin eru upptekin í Evrópu, get ekki farið til Austur-Asíu, það veikir Bandaríkin í Asíu, þannig að fyrir Kína er þetta fínt mál og fyrir Kína er þetta fínt mál að þetta haldi áfram. Harmleikur og ekki harmleikur, ég veit það ekki, en ég held að þetta sé bara gott mál í augum Kínverja. Þeir eru í stórveldasamkeppni og það er líka fínt mál að fyrir Kínverja að Bandaríkjamenn séu í átaki við Íran. Þetta dregur athygli Bandaríkjanna frá Austur-Asíu. Bandaríkin vilja, og Trump er búinn að átta sig á því að hann verður að slökkva Úkraínustríðinu út af Austur-Asíu. Því að Kínverjar eru að vera sterkari og sterkari og farin að þjarma löndum, sérstaklega Filippseyjum, en frekari fleiri löndum, Indónesíu og ég meina lönd við Suður-Kína hafa finnað mjög fyrir þessu. En ég meina alla út frá Kína þá er þetta fínt. Fyrir önnur Austur-Asíuríki sem hallast af Bandaríkjunum, eins og Japan, eins og Suður-Kórea, eins og Ástralía, þá er þetta slæmt mál. Því að Bandaríkin get ekki veitt en þann stuðning og þá athygli sem þau þurfa. Og svo vekur það spurningar hjá bandamönnum Bandaríkjanna í Asíu. Hvers vegna er það sem að Bandaríkjunum gengur svona illa í Asíu, í Úkraínu, að leysa það mál? Að þetta er allt NATO er að tapa stríðin í Úkraínu. Og hvernig það er allt í klessu þarna, hvernig stendur á því og hvað getum við treyst á Bandaríkin? Hvað er það Tævan hugsi? Eða þessi lönd sem eru, eins og segi, Suður-Kórea, Japan, Ástralía. Ég er ekki prófessor í Ástralíu. Það er líka lærdómur sem að þjóðir voru að draga af Afganistan, þar sem að Bandaríkin yfirgáfu þá sem sóttust að vernda. Já, ég meina það var skelfilegt og það var Trump sem að ákvaða að draga sig út úr Afganistan, en það var hins vegar gerðist á tímabili Biden og hún var kennt það, en það var vonlaust stríð eins og Sovétríkin voru eins og þú veist áður í stríði við Afganistan og það er megin ástæðan fyrir Sovétríkin féllu og það stríð reyndist þeim gríðarlega dýrt
og á efnahag Sovétríkjanna og þau fjallu 91. Fyrir Bandaríkin var þetta líka, þetta var 20 ára, þetta lengsta stríð sem Bandaríkin hafa verið í 20 ára stríð, gríðarlega dýrt, miklu dýrara en Úkraínustríðið og skilaði nákvæmlega engu. Og svo getum við, að því ég er í Asíu, getum talað Víetnamstríðið. Það var líka eins, stóð lengi yfir og það var ekki bara stríð í Víetnam, heldur líka í Laos sem hérna nágrannaríki og Kambódíu sem fór mjög illa út úr stríði við Bandaríkin. Þannig að en allavega það vekur spurningar hjá þessum löndum og það er prófessor sem ég kannast við í Ástralíu sem segir bara Ástralía verður bara að standa ein. Ég meina við erum að sjá það að það er ekki tækt að treysta endilega á Bandaríkin í stríði við Kína. Og en ég veit ekki hvort að viðmælandi sagði að Kínverjar líta á þetta sem harmleik. Ég veit ekki hvort það er stjórnvöld eða almenning. Ég held að ef ég væri leiðtogi í Kína og í stórveldasamkeppni við Bandaríkin, þá myndi ég vilja hafa Úkraínustríðið áfram og ég myndi vilja hafa átök milli í Miðausturlöndum og ég myndi vilja hafa átök milli Pakistan og Indlands. Vegna þess að þá eru þessi lönd upptekin, Indland er upptekið út af Pakistan og svo framvegis, þannig hugsa þessi stórveldi, þannig þá hafa þeir meiri áhrif og ég held að Trump átti sig á þessari stöðu að hann þarf að draga sig þarna út úr þessu, en ég held samt sem ára fyrir hvað sem að Kínverjar segja opinberlega að þá sé í samhengi stórveldasamkeppni Úkraínustríð að það dragist á langinn. Ég held að stjórnvöld í Peking gráti ekki yfir því raun og veru. Hörðu, Hilmar, takk fyrir að taka síman í Bangkok í Tælandi að ræða fund sem verður á morgun í Alaska. Ég fæ að hringja til þín aftur seinna, kannski ræðum við þá einmitt þessi lönd, Tæland, Víetnam, Kambódíu, Laos og svona stöðu þeirra í breyttum heimi. En takk fyrir í bili og góða nótt segi nú bara því að það er nú komið langt fram á kvöld í Bangkok. Takk. Já, takk fyrir. Herðu, þetta var spjall og ævintýri raunverulega að það sé hægt að eiga svona myndsamtal þvert yfir heiminn. Það voru smá truflanir en við látum það ekki á okkur fá að við bara erum hissa á að þetta sé yfirleitt hægt. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is